Góða kvöldið. Velkomin á íbúafund með borgarstjóra í Grundar. Er ég að gleyma einhverju? Ég held ekki. Þannig að ég held að við bara göngum til dagskrár og ég ætla að bjóða Dagbý Eggertsson að koma punkti. Gjör svo vel. Oftast dreift á svona 2 ár og verið kannski góðar 4-6 vikur á milli, að þjappast núna mjög mikið vegna þess að það að vera að frestast vegna COVID, en það engan síður mikilvægt að geta átt orðastað við íbúa beint og það hef ég fundið sannarlega hér í dag. Ef ekki segja að það hafi verið bara hreinskilnar umræður á köflum, en það líka bara mjög fínt og til þessi leikurinn gerður. En á þessum íbúafundum þá fylgjum við svolítið forminu og rétt eins og í hverfa heimsóknunum heilsum upp á skólana og íþróttafélögin og starfsfólk í velferðinni líka og förum með ýmsa staði. En fókusinn á fundunum fyrst og fremst á hverfin sjálf og þau mál sem efst eru á baugi á viðkomandi stað. Og það af nóg að taka á Kjalarnesinu. Þetta auðvitað sérstakt hverfi, það fámennara en önnur, það stendur út af fyrir sig og það stór hluti íbúabyggðarinnar sem býr í dreifbýli. En landflæmið og stærðin að því leyti hvergi meiri og í auknum mæli erum við að sjá alls konar aðila, sjá sóknarfæri í því sem að náttúran og friðsældin ber með sér hér og ég ætla að rekja nokkur dæmi það á eftir. En Kjalarnes og það sem við teljum til Kjalarnesins í hverfaskiptingu borgarinnar gríðarlega stórt, en það eru tæplega 1000 íbúar sem teljast til svæðisins. Við teljum 264 íbúðir. Við sjáum á aldursdreifingunni að fólk á vinnualdri hlutfallslega aðeins fleira á Kjalarnesi, aðeins færri börn en að meðaltali í öðrum hverfum og heldur færri sem eru komnir á efri ár. Þegar kemur að flatarmálinu hins vegar Kjalarnesið stærsta hverfi borgarinnar með 145 ferkílómetra og auðvitað mjög mikið af opnum svæðum en opið leiksvæði hér í Grundakverfinu og það eru komnir 8 kílómetrar af göng- og hjólastígum, 12 bekkir og 22 ruslastampar síðast þegar var talið. Það mjög gott skólastarf á Kjalarnesinu. Þetta var nú í síðustu heimsókninni þegar krakkarnir voru búin að gera fyrir mig málverk úr náttúrulitum sem þeir höfðu unnið úr sínu umhverfi. Hún hangir á miklum heiðursessi þessi mynd inn á skrifstofunni minni síðan. En á Bergi þá eru núna 32 börn. Við flettum upp síðustu viðhorfskönnun foreldra, það voru 30 svör, þannig að nær allir svöruðu. Og maður sér nú óvíða svona háar ánægjutölur, satt best að segja, það 100% af þessum 30 svörum sem töldu barninu sína líða vel og að starfsfólkið styðji barnið vel, að barnið væri öruggt og það væri ánægt með samskipti og viðmót starfsfólks. 96,6% var síðan sammála því að í leikskólastarfinu væri lögð áherslu á að efla sjálfstraust barnsins. Og þetta í öllum tilvikum hærri tölur en í Reykjavík að meðaltali, en raunar má geta þess að leikskólarnir fá alveg gríðarlega háa einkunn hjá foreldrum meira að minna. Það þýðir það að hver og einn nemandi í forgrunni, markmið skólastarfs að veita innblástur og vera örvandi á allan hátt, þannig að nemendur læra að tileinka sér auðvitað námsefnið en líka bara finna styrkleika sína, hver og einn. Velferðarþjónusta á Kjalarnesi, hvað nú það? Jú,
borgin sinnir þjónustu við gríðarlega margar fjölskyldur í hverri viku alla borg. Við verðum sjaldnast vör við hana, en það meðal annars vegna þess að hún virkar býsna vel, fer fram í beinum samskiptum við fólk inn á heimilið þeirra eða í gegnum þjónustumiðstöðvar eða annan stuðning, og við erum núna búin að skipta borginu upp heilmiklir tengivegir vegna þess að vera að fækka gatnamótum og það verið að gera líka stíga meðfram Vesturlandsveginum. Það var fundið að því að það væri ekki búið að klára hann alla leið inn í Mosfellsbæ og áfram. Það er alveg rétt, en það kemur að því, en þetta verður gríðarleg framför. Íbúar á Kjalarnes hefur beint erindi til Vegagerðarinnar varðandi fjölda biðstöðva fyrir strætó í tengslum við þessa framkvæmd. Það er gert ráð fyrir nokkurri fækkun á því og ég fekk að heyra að því hefði ekki verið illa tekið, en það væri ekki komin svör og þetta er eitthvað sem við þurfum þá að fylgja eftir. Ég fekk ýmsar ábendingar varðandi strætóþjónustu, meðal annars frá fulltrúa ungmenna í ungmennaráði, Regína, sem var með okkur þegar ég heimsótti skólann og leikskólann í dag, og hún hefur verið á fundum bæði með skipulags- og samgönguráð og strætó, ef ég kann þetta rétt, til þess að fylgja þeirra ábendingum og tillögum eftir. Það er leið 57 sem tengist nú landsbyggðarvögnunum og svo þessi sérstaka pöntunarþjónustur sem var tekin upp fyrir nokkrum misserum hefur reynst nokkuð vel, en ég heyri á unga fólkinu og ýmsum öðrum að það megi bæta í, og við fengið ábendingar að það sé meðal annars vanmeti hvaða eru stórir vinnustaðir hér, bæði tengdi landbúnaði og auðvitað SÁÁ, og þannig mætti áfram telja. Hámarkshraðaáætlun, það var raunar engar breytingar hér í fyrsta fasa hámarkshraðaáætlunar sem nær yfir alla borgina, en hugsunin með henni er að huga því að hraðinn verði ekki óhóflegur inn í íbúðahverfum, sérstaklega ekki þar sem börn eru á ferð. Og í áfanga 2 er verið að huga að því að lækka vallargrundina úr 50 í 40 og Hofsgrund austan Jörfagrundar úr 50 í 40. Og hér er hámarkshraðakort, það er auðvitað komin 30 km hverfi víða í borginni nú þegar, en það er svona verið að huga að því sem eftir stendur og er talið skapa hættu í nærumhverfinu. Það er líka heildstæð hjólreiðaáætlun fyrir borgina. Það er kannski fyrst og fremst þessar tengingar með frá Vesturlandsveginum sem er stóra málið hér og er á áætlun. Þetta eru einar 190 milljónir og núna koma fjármunir í hjólreiðaverkefni Reykjavíkurborgar ýmist af fjárfestingaráætlun borgarinnar eða úr samgöngusáttmálanum sem við erum með ríkinu, og síðan er það sem kallast annað, sem eru þá önnur verkefni í samvinnu við ríkið sem eru ekki í samgöngusáttmálanum, og þetta er eitt þeirra. Ég var að nefna Vesturlandsveginn hérna áðan. Hinir stóru fundurnir hafa líka verið nokkrir sem fjalla aðra stóra samgönguframkvæmd sem er Sundabrautin, og hefur auðvitað lengi verið kallað eftir hér og lengi verið talað en kannski ekki náð það hefur enginn tekið í hornin á þessu fyrir núna síðustu ár, að Reykjavíkurborg og samgönguráðuneytið hafa unnið mjög ötullega að undirbúningi Sundabrautar, valkostagreiningu og náð að ná sátt mikilvægar forsendur í þessu máli. Þannig að það er nú á leið í undirbúning skipulags og umhverfismats, þar sem verður valið á milli kostana varðandi þverun Kleppsvíkur. Það sem við náðum fram í
samkomulagi við samgönguráðherra var meðal annars það að hugmyndir að gera þetta í 2 áföngum þannig að ekki yrði farið alla leið í framkvæmdinni, að þær hafa verið settar til hliðar, þannig að það öruggt að það verið farið alla leið í þessu. En þið muni kannski að það voru bæði hreyft hugmyndum að fara bara hingað og niður í Grafarvog eða byrja hér, og hvoru tveggja báðar þessar hugmyndir í raun fjallu í mjög grýttan jarðveg í Grafarvoginum, því að þá hefði verið hætt á því, ekki satt, að þeir sem ef það hefði verið bara komið norðan að þá hefði fólk þurft að fara í gegnum íbúðahverfin í Grafarvogi til þess að komast á Sundabraut, en út úr Grafarvogi þessa leiðina ef hún hefði bara endað hér í þessum fyrsta áfanga. Og það eru fleiri svona atriði sem náðust fram. Það má eiginlega segja umræðan þennan hluta sé meira hönnuð eða þroskuð, og það hefur svona verið gengið út frá því að þetta verði einfaldara, en þetta eru samt töluverða framkvæmdir. Þetta eru 2 dálítið miklar brýr og í raun 3 og síðan ýmist brú eða göng á fyrsta kaflanum. Samgönguráðherra var með dálítið sniðuga glæru þegar við vorum í Ráðhúsinu að ræða ýmis stór samgöngumál á dögunum, og þá var að draga fram hvað það hefði verið unnið ötullega að þessu núna undanfarin misseri, og í raun lagður grunnur að því samkomulagi sem við undirrituðum síðastliðið sumar, og það sem framundan þá núna hönnun, umhverfismat og skipulag og síðan útboð, en það er gert ráð fyrir að þetta verði í einkaframkvæmd, að það verði greiddir í raun vegtollar til að standa undir framkvæmdinni, og framkvæmdin sjálf það umfangsmikið að talið að hún taki 5 ár eftir að næsta fasa í undirbúningi og útboði lokið, þannig að hún geti opnað fyrir umferð í kringum 2030-2031. Ég ekki með jafn flotta glæru og ráðherra, vegna þess að næsta glæra honum var sú að hann sýndi síðan samanburð á því hvað væri búið að vinna mikið í þessu undanfarin ár og hvað það væri búið að tala mikið þetta frá 1975 á þess að margt gerðist. Þannig að og það nú dálítið til í því hjá honum, en eins og ég segi að þá þarf að hafa samráð í hverju skrefi, meðal annars hér upp á Kjalarnesi. Það eru örugglega einhver álitamál sem tengjast því hvernig Sundabraut kemur hér inn, en ekki síður gagnvart þessum stóru hverfum, Grafarvogi og Laugardal, sem í raun settu fótinn niður þegar það átti að fara af stað með útfærslu sem þau stórir hópar íbúar í þeim hverfum töldu að ógnaði beinlínis lífsgæðum sínum með aukinni umferð innan hverfana og svo framvegis. Og ég hef fulla trú á því að með þessari vanduðu vinnu og góða grunni að þá séum við að koma þessu máli í alvöru farveg sem það hafði ekki verið í áratugum saman, satt að segja, þó að ýmislegt hefði verið fullyrt eða svona, ég hef nú lýst því þannig að mér leiði alltaf eins og alltaf þegar einhver samgönguráðherra lenti í vandræðum út af einhverju allt öðru máli, þá vildi hann fara að tala Sundabraut, en svo var það ekkert mikið meira en það. En við getum komið betur inn á Sundabraut ef einhverja spurningar vakna hér í umræðum. Við langar aðeins til þess að fjalla framkvæmdir og skipulag, og ég hef bara fundið þetta mjög sterkt fyrir því hér í samtölum mínum við fólk í dag að það ekki síst kallað eftir framkvæmdum, þar að segja bara lóðaúthlutunum og íbúafjölgun. Fólk hefur áhyggjur af því að börnum hafi verið að fækka í skólanum, sem alveg rétt. Hæstu tölu sem ég heyrði í dag var 193 nemendur hér fyrir nokkrum árum. Einhver vildu meina að þetta hefði verið 191 nemandi, en það ekki stór munur þar á. En núna þegar að nemendur eru í kringum 100 og þar af 20 úr Kjós, að þá það auðvitað fækkun. Það er fækkun eins og við höfum séð í skólum Grafarvogs, og einhverjir hreyfðu því að
að það væri svona kannski undirliggjandi ótti að það þyrfti að loka skólanum ef hann yrði of lítill, og það viljum við að sjálfsögðu ekki, og þess vegna kallað eftir framkvæmdum og fjölgun íbúa aftur. En fyrsta myndin, núna sé ég hver næsta mynd og það eins og ég sem vera að kynna lóðin, ég bara að fara að birta mynd af dælustöðinni sem var opnuð 2017, sem tengist þess ekki beint en sannarlega framkvæmd og mikilvæg, en við vitum að það uppbygging mjög víð í borginni. Borgin hefur verið að stækka 2500 íbúa á ári undanfarin ár, 12.000 manns síðustu 5 ár, sem þetta algjört met, en við sjáum fram á þéttingu byggðar mjög víða, meðal annars í Grundahverfinu. Og hvað erum við að tala þar? Þar erum við annars vegar að tala eiginlega erum við að tala þrennt svona í náinni framtíð, að eigandi landsins Jörfa hefur fengið samþykkt deiliskipulag, ef ég kann þetta rétt, úr þar sem eru leiðar farið úr því að leyfa 8 í 13 íbúðir á því landi. Mér skilst að viðkomandi hafi óskað eftir því að skoða breytingar þar sem þessum íbúðum fjölgað enn frekar, og það í vinnslu, en þarna á síðan borgin land, annars vegar hér 3 atvinnulóðir sem verið að undirbúa breyting á deiluskipulagi á, þannig að þar megi byggja íbúðir, og hins vegar hafa þessar lóðir hér alltaf verið óúthlutaðar, og þar höfum við líka verið að hugsa okkur til hreyfings, þar sem hefur aðeins staðið fyrir þrifum í að bara henda þess út á markaðinn og fá þetta uppbyggingu, að þarna eru þekktar fornleifar. Það eru þessar stjörnur sem við sjáum hér, það búið að kortleggja þær sem þetta allar, og við teljum nokkuð augljóst að þessar fornleifa mun ekki standa í vegi fyrir íbúða uppbyggingu þarna. Þarna gamall hestasteinn, þarna líklega gamall kálgarður og fjárhús og eitthvað slíkt, en það þarf að grafa þær upp. Útboðsgögnin eru tilbúin, það fer í lofti núna páskana, þannig að það ætti að vera hægt að kanna þessa fornleifa núna bara með þessu vori. Og það þýðir það að á atvinnulóðunum geta risið alltaf 100 nýjar íbúðir, samkvæmt mati starfsfólks borgarinnar, og deiliskipulagið þar í þróun. Á hinni lóðinni geta verið kannski 20 íbúðir, og þar hópur sem var einn af hlutskörpustu hópunum í samkeppni húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Verkefnið hagkvæmt húsnæði ungt fólk og fyrstu kaupendur á einum 7 stöðum borgina, allstaðar á eftirsóttum lóðum eins og hér, og það eru sem sagt hópar sem að spreyta sig og setja fram hugmyndir hagkvæmt húsnæði sem hentar fyrir þessa hópa sem að setja sig niður á þeim, og þessar lóðir ættu þá að verða byggingarhæfar þegar búið að samþykkja deiliskipulag að lokinni þessum fornleifarannsóknum. En eins og ég nefndi áðan, þá eru ýmsir fleiri aðilar að hugsa sér til hreyfings. Í Nesvík, að þar hafa verið hjá skipulaginu fyrirspurnir alltaf 100 herbergja hótel og heilsulind sem mun vera verkefni í þróun. Við vitum að atvinnufyrirtækin hér, Kjalarnes eitt stærsta landbúnaðar hérað landsins og kannski það sem framleiðir mest af landbúnaðarafurðum. Stjörnugrís var að sækja stækkun, stjörnuegg líka. En ef við komum aftur að Nesvíkinni, þá var ég að segja ykkur frá því sem hefði verið til umfjöllunar í skipulaginu. Þetta hefur aðeins verið að skipta hendur, og fjárfestir sem ef ég kann það rétt, Davíð Helgason, sem að flytja til landsins eftir að hafa gert strandhögg í upplýsingatækni erlendis,
og að hugsa þetta fyrir sköpun og atvinnustarfsemi af einhverju tagi sem samt að nýta landkostina sem þarna Annar einstaklingur sem einmitt líka hefur verið að seljast út úr svona alþjóðlegum upplýsingatækni fyrirtækjum og heitir Haraldur Þorleifsson, að hann hefur áform að reisa á svipuðum slóðum listamannahús, tónlistarver og gallerí í Nesvíkinni, þannig að ég svona fyrir hönd Kjalarness myndi binda vonir við að þetta muni auka áhugann á Kjalarnessi frekar en hitt, þessi metnaðarfullu verkefni. Og það má auðvitað segja það líka að Brautarholtsvöllurinn sem hefur verið í þróun alveg síðan 2011 að þar verið að leggja inn framkvæmdaleyfi fyrir 18 holum. Nú minnir maður sé 12 í dag, ég ekki mjög versöraður en hef þó einu sinni rölt þarna með landeigendunum eða eiganda golfvallarins og skoðað, og þetta ægifagurt ef þið hafi ekki farið þarna og skoðað. Nú Björgun flutt eða að flytja og koma sér fyrir í Álfsnesvík. Þetta á móti Þerney og þarna verður nýtt athafnasvæði Björgunar. Björgun reynda býsna mikilvægt fyrirtæki fyrir byggingageirann allt höfuðborgarsvæðið. Þarna þá verið að vinna ómenguð jarðefni sem oft eru sótt úr sjó og verður til höfn og athafnasvæði, og eftir því sem að okkur sýndist við undirbúning málsins í nokkuð góðu skjóli og vari, þannig að það trufli kannski hvað minnst af öllum mögulegum staðsetningum á stór höfuðborgarsvæðinu, og þetta sem sagt á fullu. Við erum líka að þróa atvinnusvæði á Esjumelum og það að verða eftirsóttara og eftirsóttara og gengur bara býsna vel. Annað skipulag var samþykkt 2020 fyrir Mógilsá og Kollafjörð. Ég nefni það vegna þess að þarna aðeins verið að opna á aukna uppbyggingu þar og breyta aðeins skilmálum þjónustunnar, þannig að núna má vera með svolítið gististarfsemi í jaðri eða á völdum svæðum sem tengjast græna treflinum, sem að ekki var áður, en það eru mjög strangar kvaðir að uppbyggingin falli vel að umhverfinu. Talandi íbúafundi, þá var nú einn slíkur kláf upp á Esju, þar sem að meginþorri íbúa leist engan veginn á að það veri kláfur á þessu vinsæla göngusvæði. Þannig að þær hugmyndir hafa verið á ís. Þeir aðilar hafa kannski ennþá áhuga, en borgin hefur verið mjög hikandi, og í raun var það svolítið andinn hér á Kjalarnesi að finna þá heldur annan stað fyrir kláfin ef að framkvæmdaraðilar vildu spreyta sig á slíkum hugmyndum. Nú Hólalandi, þar var deiliskipulagt samþykkt 2019 fyrir samfélagsþjónustu sem getur verið á opnum svæðum, og ég hygg að sú starfsemi heitir núna Andrastaðir og komin í uppbyggingu, en ég skal ekki alveg sverja fyrir það að ég fari rétt með það nafn, en það mjög falleg starfsemi sem fyrirhuguð á Andrastöðum og kemur til móts við ungt fólk í vanda og ekki vanþörf á slíkum úrræðum og þjónustutilboðum. Örstutt Blikdal, það hafa verið vangaveltur meiri skógrækt í Blikdal. Ég hef svolítið verið hugsi yfir því að ég held að allir séu sammála að hér í Esjuhlíð mætti gjarnan rækta meiri skóg, og við náðum saman samkomulagi milli Skógræktarfélags Kjalarness og Skógræktar ríkisins fyrir nokkrum árum að fara í þetta. Það hefur einhvern veginn ekki alveg komist á flug, þannig að við höfum verið að ræða það við Skógræktarfélag Reykjavíkur að koma inn í þessa mynd
og nýta hugmyndafræði loftslagsskóga sem við höfum verið að þróa með þeim, gengur út á það að í raun fá vottaðar kolefnisbindingareiningar í tengslum við skógrækt undir merkjum loftslagsskóga Reykjavíkur, og eitt af lykilsvæðunum gæti þá verið hér í Esjuhlíðum sem gæti haft jákvæð áhrif á skjólmyndun, og ef að við veljum þessu góðan stað verið bara býsna mikil prýði, en það eru ýmis ónýtt tækifæri til skógræktar hér og meðal annars í Blikdalnum. Ég sagði að það væri góð sátt skógrækt og plönum skógrækt í Esjuhlíðum. Það er ekki það sama hægt að segja skotæfingarsvæðið á Álfsnesi. Þetta hefur verið langvinnt deilumál. Nú síðast var starfsleyfi fellt úr gildi. Við höfum setið svolítið yfir þessu og þetta er býsna flókið út frá grenndinni. Það er enginn sem hefur gefið sér fram og vil taka við eitt stykki skotæfingarsvæði, og ýmsir, þar meðal annars skotveiðifólk og skotveiðifélag Reykjavíkur leggur áherslu á að þetta sé mikilvæg íþrótt og mikilvæg æfingarsvæði fyrir veiðimenn, en hljóðið er auðvitað mjög hátt frá þessu, sérstaklega á vissum stöðum, og það sem er kannski verst, og ég hef heyrt það hér meðal annars frá fulltrúum úr íbúðaráðinu, er að það er einhvern veginn eins og það hafi ekki náðst almennilegt samtal milli ólíkra aðila í þessu og mjög mikil harka á köflum í samskiptum. Þannig að þetta mál er í býsna mikilli klemmu, satt best að segja. Og það gat enginn svo sem leysta með töfrasprota, og ég hef hann ekki heldur. Borgin hefur lagt þá stefnu að vilja finna annan stað fyrir skotæfingarsvæðið, en sá staður er sannarlega ekki í hendi. Þannig að það eru nokkuð vöndu að ráða, þannig að ég sé bara alveg opinn með það varðandi skotæfingarsvæðið, grenndarhagsmunina, en líka þennan fjölmenna hóp, og ég meina lögreglan æfir þarna og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það er mjög vandasamt að finna lausnir eða leysa úr þessu. Einhver hefur velt því fyrir sig hvort það sé að beina byssunum í aðra átt. Ekki veit ég hvort að það breyti neinu eða breyti neinu verulega, en þetta er auðvitað á borði okkar. Skotrein, sem er annað af 2 félögum sem hefur verið með þarna aðstöðu, hefur sótt nýtt starfsleyfi. Ég kann ekki alveg að nefna hvort að það sé skammtíma eða varanlegt. Við göngum út frá því að allt sem sótt verður þarna verði kært að bragði. Það er bara einhvern veginn þessi samskipti hafa verið þannig, og ekki við öðru að búast, og einhvern veginn já, svona líka undirliggjandi einhvern veginn tortryggni í öllum málunum varðandi leyfishafa, varðandi rannsóknir, og þegar við séð í blöðunum eins og ég. Þannig að þetta er óleyst mál. Af ánæglegri málum þá erum við í viðhaldi. Við erum að leggja upp í mjög mikið endurbóta og viðhaldsátak í skólahúsnæði Reykjavík. Við reiknum með því að verja 25 til 30 milljörðum á næstu 5 til 7 árum í viðhald og endurbætur á skólahúsnæði. Það kom í kjölfar heildarúttektar á öllu leik-, grunn- og frístundahúsnæði í notkun hjá borginni. Það safnaðist upp viðhaldsskuld eftir árunum eftir hrun, og með þessu þá teljum við að við getum komist fyrir hana. Hér í Klébergsskóla er núna verið að taka á glugga og hurðakerfum. Það hafa lekið þarna með loftristum í slagviðrum. Það er verið að endurnýja útihurðir, taka á hljóðvist, endurnýja gólfdúka, endurnýja kýttun. Það hefur líka verið hugað að íþróttamiðstöðinni
meðal annars það sem á dagskrá hönnun og loftræstikerfi, endurnýjun á þakjárni, þakpappa, þakrennum og niðurföllum, þarna lekur töluvert. Það verið að setja nýtt efni á gólfið allavega í lagnakjallaranum, en ég fekk nú mjög skorinortar ábendingar að gólfið á húsinu sjálfu væri alls ekki nógu gott þegar ég fundaði með ungmennafélaginu þar í dag. En reyndar mjög gaman að sjá kraftinn sem í starfinu. Félagið Aþena hefur verið þarna með æfingar, bæði fyrir stúlkur en líka fyrir krakka, og í ekki stærri skóla að vera með 60 krakka eða svo á æfingum auðvitað mjög hátt hlutfall og athyglisvert. Þannig líka verið að laga hellulögn á Sundlaugasvæði, og ég sé mest eftir því að við ekki verið með gat í dagskránni til að fara í sund, því að með þessi gufa svo girnilega og ég aldrei prófa hana. En það líka verið að huga viðhaldi í leikskólunum, og hér í þessu húsi á að endurnýja vatns- og hitalagnir og setja gólfhita, skiptum gólfdúk og glugga. Aðeins hverfi mitt og hugmyndasöfnuna úr henni. Þar voru bekkir við sjó, skógrækt, frisbygolfvöllur sem urðu fyrir valinu auk æslabelgja. Æslabelgur, ef það var eitthvað svona eitt sem vann hverfakosninguna í allri borginni, þá voru það æslabelginir. Þeir bara voru eiginlega trónu á toppnum mjög víða, og ég held að vera eiginlega bara samþykktir allstaðar. Ég held að verði 3 nýir í Grái og eitthvað svona. Þannig að svona, þegar maður horfa á kort af Reykjavík, þá líður manni eins og sé bara að hoppa í gegnum hana bara á æslabelgjum frá hverfi til hverfis. En þetta svona hraðferð yfir það sem fyrst og fremst tengist Kjalarnesi. Við erum að vinna út frá heildarsýn og langtímasýn. Hún í mjög góðu samræmi við sýnina á Kjalarnes. Við höfum haldið hér fjölda samráðs- og íbúafunda sem að mjög margir hafa botnað í 2 orðum, sem sýnin á grænt Kjalarnes. Og það má eiginlega segja að sýnin grænt Kjalarnes hafi komið á undan sýnina á græna Reykjavík og græna planið. Við settum fram græna planið sem viðbrögð við COVID og efnahagskreppunni sem leiddi af því. Með því vorum við að gera tvennt. Við vorum annars vegar að sýna rétt viðbrögð við ágjöf í efnahagsmálum, gefa í fjárfestingum, en beina fjárfestingunum í græna átt, í það sem skiptir máli til þess að ná árangri í loftslagsmálum, fjárfesta í lífsgæðum íbúanna, fjárfesta í því sem að eykur lýðheilsu og gerir hverfin okkar að betri hverfum til þess að búa í. Og þarna hangir í raun allt saman, íbúðauppbygging, fjárfesting í innviðum, samgöngurnar, grænu svæðin og svo framvegis. Þannig að þetta svona leiðarstefið hjá borginni núna næstu 10 árin, samkvæmt langtímastefnumörkun okkar. Það sem við erum síðan að gera í hverju og einu hverfi að huga að skipulagi fyrir hverfin, við köllum það hverfaskipulag, og þá eru skoðaði styrkleikar og veikleikar hverfanna, meðal annars hlutir eins og við höfum verið að ræða á fundum í dag, þar sem verið að fækka í skólum, að þá skoðað hvar eru tækifæri til þess að þétta byggðina og styrkja byggðakjarnan til að standa á bak við nærþjónustuna, og hverfaskipulagið algjörlega lykiltæki í þessu. Það þegar búið að samþykkja það í Árbæ og Breiðholti. Við erum á góðri leið með það í Hlíðum, Háaleiti og Bústöðum, erum að fara af stað í Laugardal og einmitt hér á Kjalarnesi. Kjalarnes eitt af hverfunum sem að fara í gangi í ár, og þetta heilmikið ferli. Íbúaráði gegnir miklu hlutverki í þessu, en þá líka komin sýn til framtíðar og þróunaráætlun fyrir hverfið til þess að byggja á í stóru og smáu. Hérna sjáið þið þessa áætlun hverfin, og hér þið sáu kannski fréttir bara á mánudaginn að það var samráð í Laugardalnum, svo
En þá þetta komið á mér. Við skulum taka síðan spurningar hér á eftir, en áður nú 1 eða 2 atriði eftir á dagskrá. Takk. Takk fyrir þetta, Dagur. Þá held ég að við bara vindum okkur í næsta atriði í dagskránni. Það myndband. Það var tekið hús á henni Ölfu Freysdóttur sem íbúi á Kjalarnesi. Flokkast svona sem nýbúi að ég til, en það verður áhugavert að sjá hennar sýn á hverfið okkar. Kjalarnes smábær í borg sem einhvern veginn svona hefur bæði nálægina við borgina, en samt það nógu langt frá til að maður finnist maður að vera svolítið út í sveit. Og það var svolítið það sem við hjónin vorum að leitast eftir. Á Kjalarnesi eiginlega svona nánast allt sem lítill smábær hefur. Það skóli og það leikskóli, það sundlaug og íþróttahús, fallegasti gólfvöllur landsins. Við erum reyndar ekki með verslun, en við erum með ESU-skálan sem svona það sem maður skreppir að mann vantar eitthvað. Og það náttúrulega þessi nánd sem maður finnur frá nágrannanum. Þetta svo lítið samfélag og það svona eflaust flestir sem þekkjast. Þetta rauninni bara eins og að taka bara Reykjavík og smækka það eins og setja það í eitt hverfi. Þetta bara þannig bara öll flóra sem æðislegt. Það auðvelt okkur að sækja í bæinn þar sem við þurfum að sækja í bæinn. En það erfiðara fyrir þá sem búa inn í borg að sækja það sem við höfum heima hjá okkur. Rosalega kraftmikla náttúru. Esjuna í baksýn, flóan fyrir framan okkur. Mest heimsótta heimasíðan í símanum mínum flóð og fjara. Við elskum að fara í fjöruna. Það einhvern veginn bara að vera stressfrítt í náttúrunni einhvern veginn. Þetta svo mikil upplifun fyrir krakkana. Það eitthvað óbúslega nærandi við það að horfa út á sjóinn og yfir í borgina og taka þetta inn. Ég áttaði mikið á því hvað þetta skiptir mig miklu máli, en ég finn það bara núna. Að mér finnst við höfum meiri tíma. Synir okkar fara stundum ekki upp í bíl í 2 vikur. Við bara löbbum þangað sem við þurfum að fara og njótum þess að vera saman. Þannig að okkur finnst við vera að græða alveg heilmikið. Og það var líka það sem við pínum vildum. Við vildum svona svolítið þessa værð sem fylgir í. Það geta bara verið á þessum stað og bara notið samverunar. Við erum spennt fyrir framtíðinni. Þú veist, okkur líður vel þarna og okkur langar að verða gömul og krumpið á Kjalarnesi. Takk fyrir þetta. Ég bara verð að viðurkenna, ég endurspegla mig svolítið í þessu þegar við fluttum á Kjalarnesið á sínum tíma þá vorum við með 2 litla gutta og við vorum rosalega mikið í fjörunni og nutum þess mjög. En hvað það? Þá bara komið á næsta lið í dagskránni. Það hann Guðmundur Valur Guðmundsson frá Vegagerðinni sem ætlar að fjalla Sundabraut. Og ég bara býð þér ekki svo vel. Já, takk fyrir það. Komið sæl. Gaman að vera með ykkur í dag og heyra hverfið ykkar. Ég ætla að Reykjavíkurborg bæði að við myndum fjalla svona áhugaefni margra á Kjalarnesi sem væri Sundabraut og eins og borgarstjóri fór yfir áðan þá hafa náðst ákveðnir áfangar í því verkefni síðustu 1-2 árin. Og ég ætla svona helst að reifa fyrir ykkur helstu niðurstöður starfshóps Sundabraut sem hefur verið að störfum síðustu 2 árin, eða 1-2 árin. Sundabraut hefur náttúrulega verið lengi í deglunni og töluvert mikið unnið í henni, en kannski frá 2007, 2008, 2009 hafi lítið gerst þar til að það var tekið upp aftur 2018, 2019. Það sem verið að fara yfir eldri valkosti og meta hvaða leiðir verið færar í verkefninu.
Og í þessum starfshópi voru þá fulltrúar Vegagerðarinnar, fulltrúar Reykjavíkurborgar, Faxaflóahafnir voru aðilar að verkefninu sem var mjög mikilvægt, enda mikill hagsmunaaðili, og svo var þá fulltrúi Jón Kjartan frá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þessi hópur hóf störf í júní 2020 og skilum okkar greinargerð fyrir rúmu ári síðan, í janúar 2021, að undanskilinni félagshagfræðilegri greiningu, arðsemisgreiningu, og þetta höfum við kynnt síðan, bæði í borgarráði og í febrúar 2021. Borgarstjóri og samgönguráðherra, þeir undirrituðu yfirlýsingu Sundabraut í júlí síðastliðnum, eða fyrir síðastliðið sumar, og svo undir hatti starfshópsins að þá gerðum við greiningu í samgöngulíkani höfuðborgarsvæðisins og það sem við vorum að fara yfir helstu félagshagfræðilega greiningu. Þannig að við skilum þessari starfshópurinn í lok árs 2021 til ráðuneytisins og lauk þar með störfum, en sem var heldur mikilvægur áfangi í verkefninu. Eins og borgarstjóri kom inn á áðan, að þá Sundabrautin, sjáum við leiðin alveg upp á Kjalarnes frá Sæbrautinni. Það eru tvær meginleiðir sem voru eftir að hafa áður en við hófum störf, og þá var búið að fara yfir fyrirliggjandi tillögur sem voru 5 valkostir. Það voru hábrýr og lágbrýr, göng, botngöng og ýmislegt fleira. Og eftir stóðu 2 meginkostir sem voru færir, sem voru Sundagöng og Sundabrú yfir Kleppsvíkina. En eins og kom fram áðan, þá einn stór partur að Sundabrautin alla leið upp á Kjalarnes. En stór partur af ávinningnum notkunin alla leið hingað upp yfir. Og það áhugavert náttúrulega oft í svona samgönguframkvæmdum að það eru ekki þeir sem akkúrat það sem vegurinn sem njóta helst góðs af framkvæmdinni, og þetta þá bæði fyrir leið upp á Kjalarnes, upp á Akranes, Mosfellsbær nýtur góðs af framkvæmdinni, og þannig að það yfirlega. Ég ætla nú rétt að reifa þessar 2 kosti, göng og brú, og svona helstu niðurstöður af arðsemisgreiningunni. Hér sjáum við mynd af Kleppsvíkinni, sjáum athafnasvæði Faxaflóahafnir í Sundahöfn til vinstri, hvernig korti hér, og svo mynd af Grafarvoginum og Gufunesinu. Ég ætla rétt að útskýra það sem Sundagöngin Sundagöng, eins og þau voru sýnd, að núna vorum við að endurmynda alla valkosti í Sundagöngum. Við sjáum hér að þau tengjast með, hér eru við Grafarvogsmegin, hér hægri, þau tengjast með gatnamótum hér við Borgarveg, og svo greinist það í 2 leggi eftir Reykjanesbraut til suðurs og eftir Sæbraut hér til vesturs. Áður fyrr í eldri tillögum að þá voru göngin töluvert lengri, og með þriðju tengingunni sérstaklega við höfnina sem ekki metin þörf á í dag. Meginforsendan í jarðgöngum undir sjó auðvitað hversu djúpt við þurfum að fara, og það útskýrir þá þessa lengd og hvernig göngin hlykkjast. Að hér sjáum við Kleppsvíkina, og þar náttúrulega til mælingar af klapparyfirborði, og við erum að miða við að ákveðin fjarlægð sem göngin verða að fara niður. Þannig að það eru 40 metrar sem göngin þurfa að fara undir, þannig að bergþekjan í göngunum þarf að vera 40 metrar. Það ákveðin lágmarkshalli í göngum, 5%, sem samkvæmt Evróputilskipun. Út úr því fáum við þessi tæplega 6 km löngu göng. Þetta eru umferðarmikil göng, þau eru þá byggð í 2 aðskildum göngum. Þversnið í göngunum svona sambærilegt við Vaðlaheiðargöngum, en auðvitað eru þau breiðari líka, þar sem eru 3 akrana og löngum köflum. Það eru 2 göng með 20 metrar bili sem eru þá tengd saman með neyðargöngum og neyðarútskotum til að tryggja flóttaleiðir. Ef við förum í brúarlausnina við Kleppsvík, þá sjáum við
Brúin tengist til móts við Holtaveg við Sæbraut við Holtagarða. Það gert ráð fyrir sérstaklega hafnatengingu við Sæbraut á milli Klepps og Holtagarða og svo eru stór gatnamót eða stokkur við Holtaveg og Sægarða sem tengja Sundabrautina við Sæbrautina. Grafarvogsmegin eru með 2 gatnamót við Hallsveg og svo við Borgarveg hér. Þarna eru það bil 1200 metra langa brú sem 26 metra breið, 4 rakarinnar, göng- og hjólastíg og ein megin forsendan auðvitað að því við erum á hafnarsvæði að tryggja að siglingarennan undir sé hæfileg og þarna í okkar forsendum miðað við 30 metra hæð og 100 metra breiða siglingarennu. Hér sjáum við tillögu að því og auðvitað Faxaflóahafnir og Sundahöfn mikilvægur þáttur. Við erum að þvera athafnasvæði Samskipa að stóru leyti en á brú raun og veru og markmiðið með hæð brúar að tryggja það að núverandi starfsemi innan brúar geti haldið sér sem mestu. Stór flutningaskip, það gert ráð fyrir þeim utan brúar en innan brúar fara minni skip sem eru af því að hér töluvert starfsemi hér í höfninni. Það eru öll byggingarefni, stærsti partur af byggingarefni landsins, vöruskemmur Húsasmiðjunnar og Byko. Það eru frystitógarar sem landa hér innan brúar og alls eru við með 200 skráðar skipakomur sem en það af einungis 14 gámaskip. Og þannig að það hérna áhrifin á höfnina. Við erum með rúmlega 200 skipakomur en stærsti partur af þeim undir þessum 30 metrum og þess vegna fáum við þessa hæð. En þetta var eflaust eftir að breytast í þessu ferli framundan eða verið yfirfarið. Við erum með Sundabraut frá Gufunes upp á Kjalarnes alla leið og hér nú myndir frá eldri vinnu frá 2009 sem sýnir hvernig leiðir voru þveraðar með 2 brúm, vegur fer Álfsnes og svo yfir Kollafjörðinn. Þannig að í þessari vinnu hjá okkur nú síðasta árið það var lítið átt við veginn frá Gufunes og upp á Kjalarnes, heldur við stuðst við eldri vinnu að mestu leyti. En það förum við nú að skoða aftur núna. Hér önnur sambærileg mynd frá 2009. Kostnaður við Sundabraut, hann var yfirfarinn og endurmetinn fyrir þessa valkosti og þá fannst að það sem gerir ráð fyrir Sundabrú við Kleppsvík að þá heildarkostnaðurinn tæpir 70 milljarðar en Sundagöngin um 83 milljarðar. Þannig munar þarna 14 til 15 milljörðum á þessum 2 valkostum. Og hér séum við að þverju Kleppsvíkur stærsti parturinn en þessi frá Gufunes upp á Kjalarnes 25 milljarðar raun og veru fyrir hvort sem göng eða brú. En af hverju að byggja Sundabraut? Það auðvitað verið að bæta þessar samgöngur á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins. Það verið að stytta ferðatíma og vegalendir, auka umferðarrýmd á svæðinu, létta umferðarþunga, Höfðabakka, Gullinbrú, Ártúnsbrekkunni og ekki síst í Mosfellsbænum. Það verið að tengja norður- og vesturland við höfuðborgarsvæðið betur, tengja Grafarvog og auðvitað þetta mikið hagræði fyrir atvinnustarfsemina að stytta leiðir og koma nýju laun við á. Við förum örlítið yfir í félagshagfræðilega greiningu þar sem verður að meta til fjár ávinning Sundabrautar og vega á móti kostnaði og rekstri. Og þar vorum við að skoða bæði brú og göng, brú með mislægum vegamótum, Sundagöng og hér eru sjálfsög niðurstöðurnar á kortinu sjáum við úr samgöngugreiningu og samgöngulíkani höfuðborgarsvæðisins að þegar og þar maður sjá að við erum með alltaf 45.000 ökutækja Sundabraut yfir Kleppsvíkina. Þetta þá umferðarspá til lengri tíma eftir þegar svæðisskipulag höfuðborgarsins 2034 fullbyggt og framkvæmdir samgöngusáttmálans eru inni. Hér gert ráð fyrir alltaf 17.000 ökutækjum í Kollafjörðinum efst við. Þannig að þetta út úr þessu fáum við akstur og tafir og breytingin hver Sundabrautin og á þessu korti hér, ef við förum næstu það sem við erum að gera að reikna heildarakstur bara fyrir allt höfuðborgarsvæðið
fyrir alla ferðamáta, fyrir almenningssamgöngur, fyrir bíla, fyrir atvinnuumferð og reikna ferðatíma. Og hér sjáum við það sem rautt þýðir hvað aukin umferð, en grænu línurnar þýða hvað minnkað umferðin. Og það sem gerist eins og við hér í Ártúnsbrekkunni, ef það ekki væri fyrir Sundabraut, að þá myndi eftir 2034 að þá var 160.000 ökutæki á dag í Ártúnsbrekku. Í dag það 110.000, en með Sundabraut þá verið að búa til 2 leiðir og leta mikið umferðinni af Ártúnsbrekkunni og ekki síður Höfðabakka og Gullinbrú. Það sem við erum í greiningunni og ábati Sundabrautar þessi búið að meta hann 180 til 230 milljarða króna. Þannig það sem mun meiri heldur en þessi kostnaðurinn. Og ekki síður erum við þá minni útblástur kolefnis, minni umferðarhávaði og minni mengun sem eru þá metin sem jákvæð áhrif einnig. Og þetta þá greining sem gerð til 30 ára fram í tíman. Tökum aðeins bara göng og brú. Þannig að arðsemi Sundabrautar, hún þá meiri, hún lægri stofnkostnaður. Hún með hærra hlutfall nýti og kostnaðar. Sundagöngin eru með heldur meiri ábata. Það eru færri tengingar, færri gatnamót, þannig að þú ert í frjálsu flæði í Sundagöngum lengri tíma. Þannig að það eru minni tafir, en það eru færri tengingar. Brúin sparar fleiri kílómetra sem voru alltaf 150.000 kílómetrar á dag sem að Sundabrautin sparar. Og göngin hefur bæði hærri stofnkostnað og meiri rekstrarkostnað. En megin niðurstaðan náttúrulega að Sundabraut, hvort sem það jarðgöng eða brú, hún náttúrulega hefur mikinn samfélagslegan ávinning fyrir okkur. Nú hlaupa fram í þessari greiningu hérna. En það sem eins og var í yfirlýsingu borgarstjóra og ráðherra í síðastliðið sumar, það var jafnvel staðfest í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að þetta stefna að Sundabraut. Þannig við erum nú þá að hefja ferli núna við mat á umhverfisáhrifum. Þetta búið að vera á skipulagi lengi, Sundabraut, en það þarf að gera sérstaka breytingu á aðskipulagi og þeir sérstaklega í Kleppsvíkinni. Og þarna svona farið yfir hennan undirbúningstíma sem talið 4 ár við undirbúning, rannsóknir og hönnun, breytingar á skipulagsáætlunum og svo þá framkvæmdatíminn 4 til 5 ár. Sundabraut hefur verið nefnd sem hluti af lögum samvinnuverkefni í vegagerð sem var samþykkt á Alþingi árið 2020. þar sem að Sundabraut var eitt af 6 verkefnum sem það voru tilgreint. Og þar kemur fram að Sundabrautin það gert þar frá fjármagnana með gjaldtöku af notendum og að lengt gjaldtökuna verði að hámarki 30 ár. Þannig að við erum í þessu ferli, bara þessa vikundar, bæði Vegagerðin og Reykjavíkurborg, að við erum að hefja undirbúning og auðvitað tryggja fjármögnun undirbúningsins sem við vonandi kemur inn á samgönguáætlun næsta ári. Það þetta samráð við íbúa og auðvitað mikilvægt að draga faxaflóhafna af málinu og ná því í samkomulagi. En öll okkar áætlanir miða við þess að við erum að hefja upp framkvæmdi geti hafist 2026 og að Sundabraut verði þannig tekið í notkun 2031. Og ég tel alveg að þær áætlanir geti staðist ef allir leggja hönd á bát og við sem ég heyrist að sé sem að við erum öll sammála um. Þannig ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra, en bara ef einhver vil spyrja eitthvað á eftir eða hver fundarstjóri, að þá bara ég til viðtals eða hvernig sem það er. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Þá er komið að liðnum sem að allir hafa beðið spenntir eftir og það er spurningar úr sal. Bjarni Brynjólfsson ætlar að aðstoða í því ferli. Ég ætla bara að ítreka að við erum í beinu streymi. Þið þurfið að biðja orðið og þegar þið fáið orðið þá talið í míkrofón og passa að tala vel í míkrofónin þannig að það heyrist vel í streyminu.
Það mjög hvimleitt að fylgjast með streymi þar sem maður heyrir engar spurningar, bara svör. Þannig við ætlum að gera þetta flott og eigum við ekki bara að hefja leika. Já, fyrirgeðu, og biðja fólk að kynna sig áður en það ber fram spurningarnar. Ég ætla bara að hefja leika, gjörðu svo vel. Gísli heiti ég, Tryggvason, og lögmaður íbúasamtakana. Mig langar að beina stuttri spurningu til borgarstjóra. Ástæðan sú að margir íbúar á Kjalarnesi telja ekki hafi staðist forsendur sameiningar við borgina sem var ákveðin fyrir aldarfjórðungi síðan og jafnvel að lofur það hefur verið svikin. Og mig langar þess vegna að spyrja borgarstjóra hvort hann sé hlynntur því eða til greina komi að bæta úr þessum forsendubresti með því að nýta fyrirliggjandi lagaheimild til þess að breyta samþykktu Reykjavíkurborgar þannig að kosin verði eins konar heimastjórn íbúa hér á Kjalarnesi sem fari með ákvörðunarvald í tilteknum málum eða málaflokkum eins og það orðað í sveitarstjórnarlögum. Og þá ég ekki að tala eitthvað íbúaráð eða hverfisráð eins og hefur starfað sem svona samráðs- eða umsagnaraðili, heldur eiginlegt ákvörðunarvald í héraði sem við höfum kallað heimastjórn svona sem vinnuheiti. Takk. Já, takk fyrir Gísli. Mér finnst þetta áhugaverð umræða, við tókum hann aðeins í samtölum okkar hérna í dag við íbúaráðið. Það má kannski, á þess að ég ætla að fara að gera að löngu umræðefni sem brostnar forsendur og þá held ég að mjög margt hafi enga síður gengið eftir og það mjög margt sem gengur vel í Kjalarnesi. Hins vegar finn ég að áhyggjurnar eru af fækkun barna í skólunum og að bakland þjónustu sé að veikjast og þessar raddir heyrði ég skýrt og greinilega. Þegar sameiningi varð á sínum tíma að þá var kannski umræðan nákvæmlega þennan hlut ekki eins þroskuð eins og hún kannski núna. Þetta var áður en við stofnuðum hverfaráðin og fórum að gera tilraunir í grenndarlýðræði í Reykjavík, en líka finnst mér áberandi, þó ég þekki það ekki í smáatriðum, að í stóru sameiningunum eins og fyrir austan og svona, að þá hefur verið gengið svolítið lengra að geyma í raun eða svona halda einhvers konar nefndum eftir á minni stöðunum sem fara þá með eitthvað vald, og ég ætla alls ekkert að útiloka að geti leynst einhver módel þar sem geti verið áhugaverð fyrir okkur varðandi Kjalarnesið. Þannig að ég held að við þurfum bara að halda áfram þessari umræðu. Ég tók vel eftir því að hér gengum menn svo langt að fara að kljúfa eða jafnvel sameinast einhverjum öðrum sveitarfélögum í umræðunni og það getur verið snjallt til þess að vekja athygli á einhverjum tilteknum málstað. Ég ekki mér finnst þetta svona praktískari nálgun að ræða eitthvað af þessu tagi, þannig að ég bara væri spenntur að heyra meira og nákvæmlega hverja væntingarnar væru, hvers konar mál væri verið að tala og svo framvegis. Þannig að ég ætla ekki að útiloka neitt á þessu stigi, því að mig grunar að það séu þarna fleiri leiðir heldur en voru kannski umræðinu fyrir meir en 20 árum. Góða kvöldið, ég heiti Hjördís Hendriksdóttir og mér langar að spyrjast fyrir nú fyrirhugað að leyfa byggingu hótels við Esjurætur, þar sem Esjustofan er í dag, ef ég skildi þetta rétt. Og í dag, sérstaklega á sumrin, þegar mikil umferð er þarna af göngufólki, þá er þetta eins og áhættuatriði að komast frá bílastæðunum við Esju
og yfir á brautina, Vesturlandsveginn. Og mér finnst í raun og veru eftir að hafa fylgst með þessi mörg ár það bara mest að lukka að það skuli ekki hafa orðið stór slys þarna. Og mér langar að spyrja, ég veit að Sundabrautin á kannski eftir að leysa þetta, en hún eftir 9 ár. Og einhver áform að gera eitthvað í millitíðinni? Já, takk fyrir góð spurning. Ég myndi nú kannski ekki kalla þetta áform hótel. Í gildandi skipulagi, ef ég man þessa tölur rétt, er leyfðir 1400 fermetrar og í nýju hugmyndunum þeir 2400. Það þá allavega ekki stór gististaður, en kannski hægt að gista fyrir einhverja. Ég held að vinsældir bara þessara gönguleiðar og þessar staðar kalli á að við skoðum þetta með Vegagerðinni alveg tímalaust, og Guðmundur Valur nú með okkur hérna í salnum, bara út frá umferðaröryggi. Ég tengi alveg við þær áhyggjur sem þú ert að nefna og kann bara ekki alveg að svara því hvort að tvöföldurinn á Vesturlandsveginu nái svo langt að það séu einhverjar lausnir. Ég held nefnilega ekki, ég held að stoppi þarna aðeins áður, en við tökum þetta bara niður og mér finnst það nefnilega fín ábending. Bara mikrofón. Góða kvöldi. Sigríður Ingólfsdóttir heiti ég og bý í Kollafirði og búin að búa þar í fjöldamörg ár. Við búin að berjast í áratugi hérna til að losna við skotvellina. Og það öllum það ljóst hér inni og mér heyrðist ekki borgarstjóri vera laus við áhyggjurnar okkar, en við höfum kallað eftir samráði. Það ekki komið eitt einasta hljóð nema úrskurður úrskurðarnefndar og það mjög vont að þurfa að fara alla þá leið með svona mál. Þannig að mín spurning núna svo, hvenær verða skotvellinir, jarðvegurinn, fjaran og sjórinn hreinsuð af allri þeirri mengun sem safnast hefur á svæðunum í öll þessi ár. Það spurning nummer 1. Númer 2. Hvaða ráðstafanir hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gert til að framfylgja eftirlitshlutverki sínu með hreinsuninni? Það klárt í lögum starfsleyfi að þegar starfsleyfi ekki lengur fyrir hendi, að þá hreinsa svæðið. Númer 3. Getum við íbúarnir átt vona á skotvellarnir verða opnaðir að nýju eftir áratuga kvartanir, kærur og mótmæli með undirstrikun aðallega vegna skotkvella sem bergmálast Esjuhlíðarnar úr klettunum, og þetta mikil hljóðmengun. Það mikil þungamálsmengun í jarðvegi þarna og það sjórinn og það fjaran fyrir neðan, það kajakar aðrar inn í Kollafirðinum. Þetta í rauninni engan veginn ásættanlegt. Og ég bara treysti því að þessi fundur taki undir þetta og borgin fara að vinna því að sameina hugsanlega skotfélög á höfuðborgarsvæðinu sem gæti hugsanlega verið laust til að byggja upp almennilegt skotveiðisvæði sem í sátt við náttúruna og sátt við það fólk sem í nágrenninu. Lögreglan flutt út á Keflavíkurflugvöll með sína skotæfingar. Það Umhverfisstofnun sem að borga skotveiðifélögunum fyrir að skjóta þarna blýin út í allar áttir. Þetta getur ekki gengið og ég treysti á þetta. Takk fyrir. Já, takk fyrir Sigríður. Eins og kom fram í máli mínu áðan að það alveg ljóst að fólk finnur mjög að því að það hafi skort á samtal milli ólíkra aðila, bæði við aðila á borginni en líka milli til dæmis
þeirra sem standa fyrir skotæfingum og íbúa. Það bara hefur verið vík milli vina þar. Það er meðal annars fullyrt í umræðinu að það sé nokkuð síðan að nota hafi verið blý við skotæfingar þarna. Það er umdeilt og það hefur líka verið fleiri en ein skoðun uppi á mælingum á mengun. Og ég ætla ekki að fella neitt dóm í því, enda kannski ekki mjög praktist í þessu. Það er alveg rétt hjá þér að heilbrigðiseftirlitið þegar einhver starfsemi sem þarf leyfi, líkur starfsemi, þá ber henni almennt að hreinsa til eftir sig. Ég veit ekki til að því að það var spurningin hvort að við verið tekið einhver ákvörðun það. Þetta mál eins og ég lýsti hérna áðan, það er eiginlega í bara nokkuð hörðum hnút. Og annað skotfélagið hefur þegar lagt inn beiðni frekara leyfi en við höfum sagt að til lengri tíma allavega að þá þurfa að finna nýjan skotstað en hann er ekki fundinn. Eitt af því sem hefur verið nefnt, eins og þú nefnir sjálf, er hugmynd hvort það sé hægt að samnýta svæði. Það er eitthvað svæði í Hafnarfirði, það er eitthvað svæði hjá Þorlákshöfn. Er það eitthvað sem getur orðið ásættanleg niðurstaða? Ég held að þetta samtal sem greinilega þarf að eiga sér stað verði að leiða það í ljós, en í mínum huga þá er ekki komin einhver lausn sem að allir geta sett sig við. Bara því miður, og það er staðan akkurat núna. En ég heyri orð þín og ákall þetta samtal. Góða kvöldið. Ásta Þórdís Skjaldal heiti ég og er íbúi hérna í Grundahverfi. Þegar að sameiningin átti sér stað hérna fyrir 20 og einhverjum árum síðan, að þá var mikið talað að þetta væri framtíðarbyggingarland Reykjavíkur. Og eitthvað hefur verið byggt, já. En mér finnst, ég bætaði við líka að mér finnst alveg frábært að það ég að fara að byggja sérstaklega fyrir ungt fólk, en það er ekki nóg. Ég spyr hvenær verður uppbygging hvenær verður úthlutað lóðum fyrir einbýlishús, fyrir raðhús, fyrir svona fjölskylduvæn, stórfjölskylduhús. Hvenær fáum við að stækka hverfið fyrir fjölskyldufólkið? Við vitum að það er skortur í Reykjavík. Við erum að missa unga fólki okkar, ekki bara úr hverfinu, heldur úr sveitafélaginu, sem að okkur þykir mjög sárt. Það er slegist allar eignir á Kjalarnesi sem að segir okkur að ekki bara börnin okkar vilja búa heldur fleiri á svæðinu vilja búa hérna. Þannig að hvenær fáum við lóðir fyrir þess áttar hús? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásta, og takk fyrir síðast. Bara til þess að vera alveg heiðarlegur með það, ef þú tala framtíða byggingaland sem þú veist að byggja allt Álfsnes og þú veist eins og stundum var rætt á þessum árum, að þá er það ekki framtíðarsýn borgarinnar í aðalskipulaginu. Hins vegar erum við með mjög skýra sýn á sjálfbær hverfi. Og tölurnar sem við erum búin að vera að ræða í dag og þróunin hér með mikilli fækkun barna í skólanum segir mér að Grundahverfið er ekki sjálfbært í núverandi stærð. Þannig að það þarf að stækka og ég er bara sammála því. Þessar lóðir sem ég kynnti hér áðan eru þá fyrstu skrefin þar sem er næst í tíma í því og mér finnst að hverfaskipulagið sem er unnið alltaf í samráði að svara því hvar best að byggja. Nú eru sum lönd reyndar í einkaeigu og önnur kannski í eigu borgarinnar, þannig að það er svona mishægt vik, en bæði gerir borgin það stundum að leysa til sín lönd eða kaupa þau til uppbyggingar og ég held að sé bara alveg rétt metið á þér að á stað eins og þessum með þennan karakter getur verið bara mjög ákjásanlegt til dæmis að finna staði fyrir einbýlishús og raðhús og parhús og þessar fjölbreytni sem ég held að fólk sé að leita að. Þannig ég held að við göngum alveg í takt í því þó að ég get ekki einhvern veginn spila því út nákvæmlega hvar einbýlishúsalóðir og raðhúsalóðir. Þetta voru svona fyrstu lóðirnar að breyta þessari atvinnulóð, það er svona fljótlegast. Við rákumst þó á þessar fornleifar sem þarf að virða samkvæmt þessum reglum, en ætti að geta gengið hratt.
og síðan vonast ég bara til að fá jafngóða mætingu þegar við setjumst yfir hverfaskipulagið og finnum út úr þessu, því að það er lykilatriði í hverfaskipulagi að greina, eins og ég sagði, styrkleika og veikleika, hvað þarf hverfi til þess að vera sjálfbært, og Grundahverfið að mínum mati, það var það kannski einu sinni þegar voru bara stærri fjölskyldur og fleiri börn í hverri íbúð, en núna búum við svolítið rýmra, börnin flytja heiman, fólk ákveður að eldast í sínum húsum og þá þurfum við að bregðast við með því að þétta byggð, og ég hef aldrei verið talinn andstæðingur þess og verð það ekki heldur hér. Já, góðan daginn. Anja heiti ég og Karlsdóttir og býr hérna út í Kollafjörður. Ég með enn eina spurning handa þér varandi skotsvæðin og það snýst aftur hávaðamengun. Ef það þannig að skotsvæðin sækja aftur starfsleyfið, þá viljum við benda á hávaðamengun. Heilbrigðiseftirlit staðfesti að hávaðamælingar sem voru framkvæmt fyrir skotsvæðin eru ekki rétta, því það mælt umferðarhljóð en farið eftir ef það væri farið eftir öfruskum eða sænskum staðla hávaði mælt við húsum okkar í Kollafjörður ekki bara 50 til 60 decibel, heldur 90 til 100 decibel. Við létum mæla þetta á óháðum aðila og og það staðfest að hávaði það hátt. Þetta eins og loftbor, að vélsök, við vinnu við hliðina á okkur, og þið getur ímyndað ykkur að það sé ekki hægt og skemmtilegt að sitja það úti og fá sér kaffi á pallinum með svona stríðsljóð yfir sig. Og við vitum að 2 metra háa manni duga alls ekki til að einangra hljóð frá skotsvæðum upp til okkar. Myndið þú beita þig fyrir því að skotsvæðin verður aldrei aftur á Álfsnesi, og til að undirstrika þessu spurning ég hér með undirskriftalista frá íbúum Kollafjörður og Kjalarnes sem ég mun afhenda þér hér með. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anja. Já, þetta var reyndar, þið eru með bara mjög vel skipað íbúaráð, þannig að ég hafði fengið spurn af því að það væri álitamál uppi hvernig hljóðið og hávaðin væri mældur, og það væri greinilega fleiri en ein mælaðaferð og fleiri en eitt viðmið sem notað alþjóðlega. Það var aðeins nýtt fyrir mér, en kannski hefði ég mátt vita það, eða þannig að við höfum auðvitað vitað að við viss hús, allavega eitt, að þá mældist endurkastið úr klettabeltunum það hátt að borgin gekk svo langt að kaupa húsið og þinglýsa kvöð á það að það væri mjög mikill hávaðar og seldi það svo aftur. Kannski voru það mistök, ég veit það ekki, því að þar var auðvitað vitað að það væri hávaði frá skotsvæðunum. En ég hygg nú að ef þessum ábendingum komið til heilbrigðiseftirlitsins, þá vinnur heilbrigðiseftirlitið eftir reglum og á að hafa á sínu snæri fólk sem getur metið og tekið afstöðu til álitamála varðandi mismunandi aðferðir við að mæla hljóð. Eins og ég sagði áðan, þá mun ég hvorki gefa út yfirlýsingu eða loforðum að skotshvellir heyrist aldrei aftur þarna né að skotsvæði verða þarna áfram. Málið bara í hnút og það er ekki búið að leysa hvorki til skamstíma né til langstíma. Og þannig því miður bara stendur það núna og ég held að þurfi að leggjast yfir það og eiga samtöl við bæði þá sem búa þarna nálægt en líka þá sem koma að þessum skotmálum, því ég held að við viljum hafa gott æfingasvæði einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu fyrir þann fjölmenna hóp sem í skotsporti eða skotveiði eða öðru. Þetta eru alveg þúsundir manna sem að stunda þetta. Kristinn Gylfi Jónsson heiti ég og kem hérna frá Brautarholti og hef búið í Nesvík síðustu 3 ár og reynda að vera í Vesturbænum þar í 25 ár.
Mér langar að spyrja þig, Dagur. Ég hissa á því að hér eru Kjalensingar að spyrja að því hvort þú viljið taka pólitíska afstöðu til þess og svara Kjalensingum það að stoppa skothvellina í Kollafirði. Og mér finnst þú tala eins og köttur í kringum heitangraut þetta. Það ljóst að það mikil blýmengun, það mikil hljóðmengun, þetta eitt fjölfarnasti útivistarstaður Reykvíkinga og marga að ganga upp á Esjunni og annað. Ég hrissa á því að þú ert að fara í kosningar að get ekki svarað því, mér það ekki miður. Og ég ætla bara að spyrja aftur, ertu til að gefa pólitískt svar það að taka undir með íbúum það að stoppa þetta? Síðan annað. Ég hissa á þér. Sko það 5 ár á morgun síðan komst hérna síðast og helst fund og sagðir í haust byrjum við á hverfaskipulaginu. Það 5 ár. Það sama þú ert að segja núna. Þú ert líka að segja það sama og fyrir 5 árum og 10 árum þessar 10 lóðir í útjaðri Esjugrundar sem verið að fara núna í vor í fornleifu uppgröft. Hvers konar bíó þetta? Kött krapp, ekki bjóða okkur upp á þetta. Og það annað, hér fólk að biðja á til dæmis ódýra landi hér í Reykjavík að það sé auki byggingasvæði til að byggja hús fyrir venjulegt fólk. Ekki að taka hverfi í Reykjavík og endurskipuleggja það og leyfa bröskurum að braska með það og leggja ofan á það innviðagjald þar sem að fermetrinn í íbúð eins og í Vogahverfi kostar 150.000 kall áður en byrjar að byggja. Hér nægt byggingarland. Hér nægt byggingarland í eigu einkaaðila sem að borgin gæti, ef hún vildi, veita brautagengi til þess að byggja. Auka úrræði fyrir venjulegt fólk til að byggja yfir þak yfir höfuðið. Það þannig að bæði hér með Kjalensinga og líka í Reykjavík að 3. og 4. kynslóð Reykjavíkingar þurfa að fara í önnur nágrannasveitarfélög með að byggja upp efnahag til þess að geta komist aftur í heimabyggðina. Þetta staðreyndin. Og nú ert þú að fara í framboð aftur og hér frambóður annarta frambóð og ég segi bara það, þetta gengur ekki. Spurningin viltu beita þér fyrir því að einkaaðilar og aðrir, sjáu þið hérna, hér Eggert Jörfa. Hann búinn að bíða í 4 ár með að byggja upp þar fyrir 50 til 60 íbúðir, meira þess að hlut sem þú kannski ekki komið inn á hérna sem að lagði fyrirspjörn núna, það búið að bíða í 3 ár, á sér akkurat búið að bíða í 3 ár. Það vegna þess að þegar hann kom með deiliskipstilögur fyrir 3 árum, þá voru embættismenn hjá borginni sem sögðu, þú ert að biðja að skipuleggja land sem þú átt ekkert. Og hann þurfti að fara í málaferli við borgina sem tók 2 ár að leiða til lykta það að hann átti land sem hann átti upp af Brautarholtsvegi og keypti 1964. Hér var lagður loksins göngustígur eftir Brautarholtsvegi, eftir að við vorum búin að horfa í 10-15 ár á hælisleitendur og fleiri, labba sikkurum megin á veginum, ljóslaust og annað, og þegar að loksins göngustígurinn kemur eftir 2 ár, eftir handónýtt íbúðaráð hérna, handónýtt í gegnum árin, þá var borgin lagð upp með að taka eignarnámi land sem ekki ennþá búið að úrskurða og bæta, hvorki króki né hofi. Þetta til skammar. Og hvernig getur þú komið 5 ár aftur seinna og farið með sömu ræðuna? Og ég spyr, fyrir hvernig þéttingasefnan og hverju að búi öllum kupunum í borginni? Ég spyr bara, það rugl. Ef ekki gefa Gísla gott klapp eða? Já, þetta var mikil ræða og ágætt. Auðvitað kannski freistandi fyrir stjórnmálamann rétt fyrir kosningar að standa frammi fyrir fullum sal af fólki á Kjalarnesi sem vill heyra eitthvað tiltekið svar skothvelli sem ég veit alveg hvert En ég ekki þannig gerðar að ég komi hérna fyrir kosningar og segi bara eitthvað sem að fólk vill heyra ef að ég tel málið flóknar en svo, það við fleiri hliðar og ég sé ekki með lausn í höndunum. Þá finnst mér miklu heiðarlegra að segja bara hvert hlut eins og hann
og eins og ég tel máli standa, og það hef ég gert á þessum fundi varðandi skotsvæðið, það í hnút. Og ég ekki tilbúinn að gefa loforðum eitthvað ef að ég haldi að málið sé flóknara en svo. Það svo ekki rétt að ég hef fyrir 5 árum talað þessa tilteknu lóðir. Ég hef kynnt þær á svokölluðum íbúðafundum síðastliðið haust sem eitthvað sem í farvatninu. En ég held að þetta séu þær lóðir sem eru næst í tíma hér og ég held að tækið sem best sé til þess að skilgreina eins og hún Ásta var að spyrja áðan, hvar eru kjörlóðir fyrir einbýlisrað og parhús, hér næst hverfinu. Ég held að vera ekki skynsamlegt skipulag að í raun dreifa byggð víða á einkajörðum allt Kjalarnesið. Ég held að það vera ekki gott. Heldur frekar að hugsa hvernig við getum gert Grundarhverfi sjálft að sjálfbærri einingu og sem best. Ég þekki ekki álitamálin varðandi eignarhaldi í tengslum við Jörfa, en ég þykist vita það að þar hafi komið skipulag með að fjölga uppbyggingunni svolítið, engar 50, en ég heyrði úr 8 í 13 og það lægju inni fyrirspurnir frekari aukningu sem eru einfaldlega til meðferðar. Síðan það rétt hjá þér, alveg hárrétt að Brautarholtsstígurinn sá langþráði stígur, það tók tíma að semja við landeigendur því að jafnvel þó þetta væri svona mikið framfaramál, þá gengu þeir samninga bara ekki vel og sumpart bara alls ekki. Og þrautalendingi var svo að við fengum landið og þetta fór til úrskurðarnefndar. Þannig að loksins stígurinn kominn, en mér finnst heldur ósanngjarnt að segja að það hafi bara verið borgarinnar mál, en ekki líka hinna sem við þurft að semja. Og nú má koma næstu spurning. Einhverju fleiri sem að vilja fá orðið? Já, hérna á öðrum bekk. Nú, já, ok. Ég sé ekki gegnum vegginn hérna því mér, þannig að... Ólafur heiti ég hef búið hérna á Kjalarnesi síðan 1986. Ég bjó í Kollafirði fyrst og síðan hérna í landi Lykkju og rétt fyrir sameininguna sem að þá var skipulagt af sveitarfélaginu Kjalarnesi 9 húsalóðir fyrir ofan veginn þar sem ég bý. Það er búið að byggja á 3 lóðum og það ítrekkað fólk búið að sækja að fá að byggja á hinum 6 og alltaf fengi höfnun. 8. Þannig að ef að það hefur einhver hluta vegna, það var búið að ganga frá reynsli fyrir þetta hverfi, en það hefur ekki verið fengist leyfi til þess að byggja á þessum lóðum einhver hluta vegna. Stendur það til að breytast eða þetta bara eitt af því sem að bara í frosti? Takk fyrir. Já, takk fyrir Ólafur, þessa spurningu og ábendingu. Ég þekki aðeins til á Lykkju að því að móðursystem bjóðar tíma fyrir ekki alls lengi, þar að segja Lykkju 2. En ég vissi ekki af þessum lóðum sem að væru þarna og mun bara kanna það mál og athuga hvort að þetta sé eitthvað sem hægt að skoða hratt og vel. Þannig að ég bara ekki með upplýsingar það. En það sjálfsagt að skoða það. Góð kvöldi, Valgerður heiti ég og ég búi hérna á Kjalarnesi. Ég ætla aðeins að bregða út frá öllu sem hefur verið spurt og nú ætla ég að spyrja stefnu borgarinnar vegna ólöglegra húsnæðis, ólöglegra íbúa, ólöglegra gistisölu, matsölu og jafnvel neysla örvandi efna. Hver stefnan ykkar þegar að búið að tilkynna þetta í 4 ár? Það búið að tala við alla sem sagt deildir innan Reykjavíkurborgar og svörin eru
Engin. Hvað ætlið þið að gera? Núna nefni ég þetta á opinberu fundi til að knýja fram svör. Hér búið að vera skráð í ólöglu húsnæði 2 persónur en búa 30. Það búið að tilkynna þetta til allra, heilbrigðiseftirlitið, slökkviliðið, skatturinn, sýslumaður, brunaeftirlit, allir, það allir búin að fá að vita af þessu. Í 3-4 ári búið að vera svoleiðis bæði hringt, það búið að vera að fara á fundi, það búið að senda e-mail og þetta búið að fara hring eftir hring og nú erum við komin aftur. Við erum búin að fara 3 eða 4 hringi eitthvað svoleiðis. Alltaf sömu, hann verður svo búið að skipta starfsmenn. Þú veist, við erum að fá eins og starfsmaður að koma maður á, þetta bara nýtt mál. Það af því að það er búið að skipta starfsmenn. Við verðum að fá ykkur að niðurstöðu. Það eru 30 manns sem búa þarna og vegurinn er gerð fyrir 2 fjölskyldur. Og þarna búa 10 fjölskyldur. Og við fáum bara ónýta bíla út úr þessu af því að það er bara gert ráð fyrir því að þetta er x efni, x mikið peningur fyrir þennan veg og það er bara 2 fjölskyldur og hann er bara ekki gerður við hann nema x mikið á ári. Við verðum að fara að fá lausn, þetta er ekki hægt. Þetta er að fella niður bara, þú veist, maður getur ekki búið þarna. Hvað er hægt að gera? Ég vil fá svör og ég vil að við séum svarað. Núna er búið 4 ár og nú erum við búin að fara 4 hringi í gegnum alla deildir borgarinnar og ríkisins. Þannig að nú vil ég fá svör. Hver er stefnan ykkar í þessum málum? Ólöglega búsetu í ólöglegu húsnæði sem er ekki íbúðarhúsnæði. Sala á gistirými sem er allt árið. Þetta er bara auglýst opinberlega. Sala á mat. Þetta er auglýst opinberlega, þetta er allt opinbert, þetta er ekkert eins og þetta sé eitthvað svona neðangrán svona málefni. Ég vil fá svör. Takk fyrir. Varðandi stefnu okkar ólöglega búsetu, til dæmis í atvinnuhúsnæði, að þá Já, látum liggja milli hluta hvernig fjós er skráð, en varðandi ólöglega búsetu að þá höfum við lagt þá línu í samráði við í raun verkalýðshreyfinguna, eldvarnir og svo framvegis að öryggi þeirra sem búa á hverjum stað sé númer 1. Þannig að ef eldvarnir er í lagi og slíkt er í lagi að þá gegnur öðru máli en ef að hætta steðir að þá beitum við öllum tiltækum ráðum og við höfum gengið svo langt í sumum tilvikum að kæra viðkomandi í gegnum slökkviliðið og það var 2 dómar gengið á undanförnum árum í verstu málunum. Við höfum ekki eins og að fara í það til dæmis á atvinnusvæðum eða iðnaðarsvæðum að loka húsnæði ef það er öruggt. Við erum hins vegar búin að vera að herða skrúfurnar og þrýsta á sýslumannsembættin varðandi ólöglega gistiþjónustu vegna þess að við viljum að því sé miklu betur stýrt og við raun í svona vexti ferðamanna bransans og þá sáum við Airbnb breiðast út í bara mjög mörgum svona hraðvaxtar ferðamannaborgum og bárum saman bækur við þær og fengum í raun gegn lög þannig að nú má bara hafa gistiþjónustu við ákveðnar götur og ekki almennt í íbúðahverfum þannig að og sýslumaður á að framfylgja því. Alveg skýrt það er sýslumaður sem á að framfylgja því. Síðan er það heilbrigðiseftirlitið sem hefur eftirlit með því ef það er ólögleg sala á mat og annað slíkt. Mér finnst miður að þegar við ekki fengið bót í þessu tiltekna máli, við erum reyndar að ljúka núna heildarkortlegningu á óleyfishúsnæði á öllu höfuðborgarsvæðinu í samvinnu slökkviliðana, byggingafulltrúaembættanna, ASÍ og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
Þannig að það kemur á óvart ef að þetta húsnæði hafi ekki verið undir í því ef það er búið að tilkynna það. En kannski getum við átt orð eftir fund og þannig að ég fái bara upplýsingar hvað heimilisfang þetta og athuga hvort það hafi ekki örugglega verið skoðað í þessari góðu yfirferð. Saldagur, takk fyrir síðast. Brynjar Karl heiti ég og forsvarsmaður Aþenu sem nýstofnað íþróttafélag á Kjalarnesi og í samstarfi við UMFK. Mér fannst svolítið sorglegt að okkur hafi ekki verið boðið á fundin í dag þar sem við erum með 60 manns að æfa körfubolta í frekar hrörlegu íþróttahúsi, og verið ekki annað sagt. Og spurningin mín til þín við erum með stelpulið sem komið í fyrstu deild í körfubolta og húsið í raun og veru stendur ekki undir að vera löglegt einu sinni fyrir unglingakeppni og við erum eiginlega bara svona aðhlátursefni þegar við reynum að halda fjölliðamót sem í raun og veru gengur út á það að það engin áhorfendaaðstaða, það engin búningsaðstaða til þess að blanda saman fólki sem að fara í sund og síðan sem að fara að keppa. Og við erum búin að vera að takast á við alls konar áskoranir, allt frá því að vera á ólöglegu golfefni í það að vera með mís sem að éta boltan okkar og hitt og þetta. En það sem að mér fannst eiginlega erfiðast var það í vetur að þá erum við sem sagt komið með þetta lið í keppni og ég svona velta fyrir mér, borginni stætt á því að við séum að byggja upp starfsemi á svæði sem hefur verið dálítið svelt svona íþróttalega og við þurfum að senda liðið á Akranes til þess að keppa heimaleiki. Á meðan, við erum komin upp í 60 manna starf og þetta tekur ekki meira. Á meðan að það verið að byggja fyrir milljarða til dæmis í Breiðholti þar sem eru 2 parkettgreinar sem eru með 400 manns sem stunda það og mér finnst svona ójafnvægið í þessu eiginlega bara með ólíkindum og hvernig búið að líta framhjá þessu starfi og nú ég að tala okkar samskipti við IBR og ITR. Ég bara svona pæli, borginni stætt á þessu? Já, í fyrsta lagi það var nú bara fínt að hafa það með á fundunum. Hann var nú bara undirbúinn þannig eins og í öðrum hverfaheimsóknum að ungmennafélagi, við óskuðum eftir fundum með ungmennafélaginu og óskuðum eftir því að þeir myndu taka þá með á fundin sem þeir vildu og í þessu tilviki varst það þú. Þannig að sá klukkustundafundur var bara fínn að mínu mati allavega og mér fannst þetta bara mjög fróðlegt sem þið voru að lýsa og ungmennafélagi hefur áður sýnt í samstarfi við önnur félög að það hægt að gera ótrúlega hluti. Mér finnst þetta magnaður árangur að vera með svona marga iðkendur en ég heyrði alveg að þeir koma auðvitað dálítið víða að. Það verið núna í ákveðnum viðhaldsframkvæmdum í húsinu en það alveg ljóst að það verður seint í núverandi mynd fullburða keppnishús. Það hægt að huga þessu sem var ekki á viðhaldslistanum okkar sem golfefnið og það alveg rétt hjá þér að við höfum verið í gríðarlegu fjárfestingarátaki fyrir börn og unglinga alla borg, í Grafavogi, í Breiðholti, í Úlfarsárdal og næst Þróttur Ármann. Þetta fer eftir bara heildarforgangsröðun út frá óskum félagana alla borg sem þó metið eftir ákveðnu kerfi þannig að þar sem að þrengir mest að það fyrst og svo þar fram eftir götunum. Þannig að ykkar starf hefur vaxið mjög hratt og kannski ekki komið þarna í fyrstu sætin á þessum lista en ungmennafélagi kom sínum áhyggjuefnum og óskum bara mjög vel á framfæri á þessum fundi og þarna var með mér Ómar Einarsson, framkvæmdastjóri ITR. Þannig að við tökum þau bara mál áfram.
Þú spyr hvort að, ef ég skil spurninguna rétt, hvort að borginni sé stætt og hafi ekki fullbúið keppnishús hér, að þá getur vel verið að það þurfa að finna betri aðstöðu fyrir ykkur fyrir keppni, en ég held að skipti mjög miklu máli og mér finnst allavega frábært að æfingar fari fram hér þannig að krakkarnir á Kjalarnesi njóti góðs að því. Það er gott fyrir borgin allavega. Þannig að takk fyrir það. Einhverjar fleiri spurningar? Kristbjörn, ég sá ekki á hann hvort það væri einhverja áætlun tenging og hjólastíg niður í Mosfellsbæ. Það alveg rakið. Ég held að það sé alveg tvímælalaust að við eigum, alveg eins og þegar var farið í tvöföldun á Vesturlandsveginum, að þá sögum við, þá verðum við að gera stíg, að þá er eðlilegt að halda áfram og hafa þetta samfellt, tvímælalaust. Einhverjar fleiri spurningar úr salnum? Ef svo er ekki að... Jú, nei, heyrðu, þannig er einn. Lengi von á einum. Ég er svolítið blindur hérna meginn, það er svo sterkur kastarinn. Já, maður sé svolítið illa í ljósunum. Já, góða kvöldi, Magnús Sigurðsson heiti ég og ég hélt ég byggi sko Lykkju 1, ég bara leiðrétta sko borgarstjóra. Hann sagði nefnilega að Eldey hefði búið á Lykkju 2, þannig að ég bý á Lykkju 1. Þannig að sjá reynu ég fari heim í rétta húsi sko. En ég var bara að hugsa líka svona... Mér er gott að þú sétt meira með á hreinu en ég allavega, hvar þú býrð sko. En málið er bara það, ég vonaði líka að málflutningurinn sé ekki allur svona hjá þér. Takk fyrir þetta, Magnús. Þá erum við allavega komið á hreint hvar Magnús býr og það er hérna á undirskriftalistanum líka, þannig að það er í besta mál. En ég bið afsökunar, Magnús, það var alls ekki ætlun mín að gefa neitt til kynna að móðursystir mín hefði á nokkrum tímamóti flutt inn til þín. Hún bjó sannarlega í næsta húsi en leið mjög vel og þú góðu nágranni og annálaðu fyrir það og hafðu bara þökk fyrir það. Ykkur hinnum þakka ég kærlega fyrir frábæra mætingu. Ég vil þakka fyrir mjög góða móttökur og samtöl í dag í skólanum, leikskólanum, íþróttamiðstöðinni, með íbúaráðinu og öllum og farið varlega í umferðinni. Takk. Já, ég vil bara að lokum þakka öllum, bæði þeim sem fluttu hér erindi og ykkur sem komið á fundinn. Kynningaglærur frá fundinum.